Við erum hér með Hannes Þór Halldórsson, nýjasta leikmann KR. Hannes, hvernig líst þér á þetta allt saman? Bara svakalega vel. Ég er bara í skýjunum við því að hafa gengið frá þessu og þú veist, bara spenntur fyrir þessari miklu áskorun sem er að ganga til liðs við KR og bara geti ekki verið ánægður með þetta. Jú, svona samningurinn náttúrulega nútið fram og það er svona kvíir sögur. Svona undir lok tímabilsins, átti þetta svo langan aðdraganda að þú komst í KR eða? Já, svona að kvissast út orðrómar einhvern veginn allt árið og svo náttúrulega vissum maður því að það væri þarna útlensku markmaður sem kannski yrði ekkert áfram á næsta ári og ég var samningslaus, þannig að þetta kom til greina eins og það margt annað sko, en svo náttúrulega bara þegar kom í ljós að þetta væri option þá bara kom í rauninni, þá var þetta bara númer 1 og 3 sko. Hvað var svona helstu KR sem að heillaði þig? Það er ansi margt sko, það er ég náttúrulega hef ansi sterkar rætur í Vesturbæinn og er mjög ánægður með að í rauninni loka hringnum. Ég byrjaði að æfa fótbolta 6 ára gamall í Frostaskjólinu og var síðan alveg eitthi svo æsku árunum á pöllunum hoppandi að lofsyngja þessar gömlu kempur, Þormóð Egils og Einar Þór Daníels og þess að kalla, og beigði fyrir utan og eftir æfingar hjá þeim og með einhverja eiginhandarárðan og bækur og svona, þannig að þú veist, maður var helviti harður KR-ingur inn í gamla daga og bara gaman að þetta er svona kannski smá æsku draumur að rætast að vera komin hingað og vera að spila fyrir þetta fornfræga félag og ég meina þannig að þetta og svo náttúrulega er þetta stærsta lið landsins. Ég held að það er ekkert hægt að neita því, þú veist, og svo að það sé margir sem maður vilja gera tilkall til þess, þá held ég að KR sé nú svona alltaf mesta einhvern veginn, já svona rótgrónasta og mest svona solid félagi, þannig að það vilja nú held ég allir spila fyrir KR innst inni. Einhver svona persónuleg markmið sem þú hefur fyrir næsta tímabil eða næstu ár, landslið og annað? Já, ég náttúrulega kem í KR sko án þess að ætla að vera með einhverjar svakalegri yfirlýsingar, maður á náttúrulega að láta verkinn tala sko. En ég er ekkert að koma hingað til þess að safna einhverjum bronsmedaljum sko, maður ætla sér stóra hluti og ég veit að félagið ætla sér stóra hluti og ég bara er á sömu blaðsíðu með það, þannig að það er allir að stefna í sömu áttina og titlar er náttúrulega eitthvað sem að liðið eins og KR stefnir á hverju ári og það er bara sama hér. Mín persónulegu markmið, þau eru náttúrulega bara í rauninni að standa mig vel sko. Þá kemur restin sjálfkrafa ef ég æfi vel og þú veist, er í góðu standi, þá gengur liðinu vel og mér gengur vel og þá kemur hitt í kjölfarið og það er bara markmið númer 1 og 3 að byrja að æfa vel núna og ná stöðuleika. Náttúrulega stuðnings með KR er oft óvægnur, nýbúin að skjóta samning og allt það, en finnur þú einhverju pressu svona við þessi fyrsta skipti? Nei, ég geri það nú ekki eins og staðan er núna sko. Ég á náttúrulega eftir að upplifa síðan það að spila í KR-treyni og heyra umtalið og svona og mér skilst að það sé svona aðeins einhvern veginn meira og grimmara heldur en gengur og gerist kannski, en maður hefur náttúrulega lent í ýmsu núna síðan maður byrjaði í þessum bolta og ég ætla nú ekki að láta einhver spjallborð trufla mig held ég. Já, á móti kemur ef við gengur þá er allt í góðu, þannig að við þurfum ekki að mála þetta mjög svart. Já, fyrir utan það er alltaf stefnan að gera vel og það var allir glaðir, þannig að þú veist, við skulum ekki missa okkur í einhver svartsýni. Eins og við tölum á það, náttúrulega viðskilnaður fram var svona, hann kannski ekki snöggur, það var svona, þessi árum var búin að vera gangi í svolítinn tíma, viðskilnaður fram var hann erfiður eða? Já, ég er náttúrulega búin að eiga 4 frábær ár í Safamýrinni og búin að eignast mikið af góðum vinum og félögum þar og auðvitað mikill söknuður af mörgu þar sko og leiðir þetta þurfa að kveðja strákarna en það er svona þú veist maður þarf að velja að hafna í þessu lífi og nú er bara komið tími á nýtt skref og það sem kannski auðvitað ákvörðunina líka er að í fram er markmaður sem að ég
sannfærður að hann búinn að taka skrefið. Ögmundur Kristinsson heitir hann og kemur vonandi til með að spila sem aðalmarkmaður næsta ári og ef hann gerir það þá ég sannfærður að hann mun gera tilkall til 21 árs landsliðsstöðunnar því að hann frábær markmaður og bara til í tuski, þannig að það er svona eins og ég segi auðvitað ákvörðunina en ég bara skila kæri kveðju í samvinnu.